Mikill fjöldi tónlistarmanna var saman kominn í menningarhúsin Hofi á Akureyri á dögunum til þess að taka upp frumsamda tónlist fyrir einstakt verkefni. Verið að endurgera 100 ára gamla kvikmynd, Sögu borgaræktarinnar, sem var fyrsta leikna myndin tekin upp á íslenskri grundu. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands flytur frumsamda tónlist Þórðar Magnússonar sem kemur í stað þagnarinnar sem ríkir í aldargömlu myndinni. Fyrst náttúrulega horfum við á myndina og maður skrifa niður hvaða persónur eru, hvað einkenni persónurnar, hversu mikið komaður við sögu, hvort það eru þess verðar að þurfa að fá sitt eigið leiðarstef, getur við sagt, og þá setti sér niður og samdi svona leiðarstef fyrir alla þær persónur sem fannst vera þess eiga það skilið. Og þannig ég komi með fullt af tónlist áður en ég kannski sest niður við fyrsta taktin og byrja gegnum skrifa alla músíkina. Þá ég náttúrulega komið með hellinga tónlist bæði á blað og í kollinn. Ég endaði með því að taka ákvörðun að það sem myndi samin alla tónlistina væri þetta væri svona vestræn germönsk tónlist. Það engin blues í myndinni því að hann svona músík sem ég byrjar ekki að hafa áhrif fyrir en eftir að þessi mynd sýnd. Mér fannst stundum bara einhvern veginn alveg þrælhenta að vera með músík sem væri svona því sem næst í snembarokk stíl á köflum og þá leyfði ég því að vera. En þess á milli oft kannski músík sem hefði verið nýstárleg 1920. Ég var mjög hrifinn af þessu, bæði myndinni og bókinni. Myndin var í rauninni miklu betri heldur en ég hefði haldið áður en hafa séð hana. Vegna þess að ég myndgerð á Íslandi 1919, hversu tæknilega góð hefði hún getað verið. En svo bara kom í ljós að tæknilega hún bara eins góð og myndir gátu urðu á þessum tíma Leikararnir standa sig allir með ágætum, þetta svona blanda af íslenskum og dönskum leikurum. Og lýsingin alltaf til fyrirmyndar, kom nú í ljós að allar innisenur voru teknar á túninu nokkrum metrum frá þegar sem ég bý í Þingholtunum sem sagt. Stúdíónu var skellt upp þar og þá náttúrulega notast við dagsbirtu til þess að lýsa þær. Og þá eru allar innitökur gerða það bara þannig að húsið bara hálft. Og þetta var akkurat það sem núna Krónuverslun á Hallveigarstíg. Það sem heillandi til dæmis við að búa til kvikmyndatónlist það að það oft búið að búa til formið fyrir mann. Það bara á filmunni. Og þannig að maður ekki stundum að velta vöngum endalaust yfir á þetta að vera 8-taktar eða 9-taktar eða þetta bara 3-taktar. Heldur bara, það eru komin skil, þau hana og ég þarf bara að finna leið til þess að láta þá tónlist sem ég að vinna með passa. Honum gengur mjög vel að draga fram svona sálarlíf persónanna. Við kannski sjáum eitt, en við vitum að persónan að hugsa annað og músíkinni tekst mjög vel að styðja undir þessar grunnsemdir eða þessar hugmyndir okkar hvað fer fram svona undir hversdagslegu yfirborðinu. Og kannski ef það eitthvað sem einkennir þá það hvað Þórður nýtinn með stef. Hann með örfá stef sem hann tekst að bregða í ýmis gervi fyrir mismunandi senur. Við erum alltaf að sjá nýja hliðar á þessum sömu stefjum, þannig að við höfum tilfinningunni að verkið hangi saman. Og það rauninni sérstaklega með svona eldri mynd, vissulega þetta sömu leikararnir sem við sjáum koma inn og út, við sjáum það ákveðin söguþráður, en það náttúrulega að sumu leyti af því að kvikmyndatæknin var frumstæðari, þá myndin kannski hangir síður saman en það sem við eigum að venjast í dag, það sem eru einhverjir listrænir stjórnendur á öllum þáttum myndarinnar. Hérna í þessari mynd þetta frekar laust í reipunum stundum, hvað allavega þessi atriði snertir. Þannig að músíkin hjálpar það að við heyrum þessi stef alltaf aftur og aftur. Það hjálpar henni til að hjálpa myndinni að hanga saman. Því ég með lítinn skjá við hliðina á púltinu þar sem ég sé myndina rúlla. Svo líka svona sekúndu, svona counter eins og það heitir á ástkæra Ylíra. Og ég fylgist með honum. Stundum höfum við klikk í eyrunum, stundum heyrum við
svona eins og taktmæli í eyrunum sem við getum notað til að laga hljóðaða mynd. En stundum músíkin þess eðlis að þessi taktmæli þvælist fyrir okkur. Þá verðum við að slökkva á honum og þá verð ég að fara eftir því sem ég sé. Það getur annaðhvort verið einhver atriði í myndinni eða einhver atriði bara hreinlega á þessum teljara sem ég fylgi. Þetta ekkert nema einbeiting. Þetta er svona alveg, þetta sú mesta einbeiting finnst mér sem að ég lendi í mínu starfi einmitt svona hlutir. Þetta í rauninni langflóknasta kvikmyndaskorið, eins og fólk farið að segja á íslensku, sem við höfum tekið upp hér. Músíkin svo margslungin, svo margir þættir, hún frekar tónmálið, frekar hvað maður segja, flókið að þróa, það eru mjög margir, mörg smáatriði þar að henda reiður á, þannig að það þarf að vera full einbeitingu. Ég eiginlega alveg, ég þarf að taka öllu sem ég á til af einbeitingu. Maður hér og hvergi annars staðar. Ég eiginlega ekki geta hafa verið heppnari með hljómsveit. Hún alveg bara eins góð hún getur verið. Og aðstæðan hérna í Hofi alveg til fyrirmyndar. Ég get nú ekki sagt annað. Það búið að vera mjög notalegt að vera hérna upp í stúdíónu með mönnunum sem að taka upp. Og hér sit ég og að horfa á skorið og læt vita ef eitthvað ekki í lagi. Þetta í rauninni var algjört svona draumaverkefni. Það bara virkilega gaman að heyra þetta þegar maður náttúrulega búinn að heyra þetta í einhverju svona grottalegri tölvuútgáfu sem maður orðinn býsna leiður á. Þannig að heyra þetta svona með lifandi flutningi og fólk að músísera og láta laglínurnar syngja. Það alltaf alveg svakalega gaman. Ég mjög spenntur og þetta búið að ganga nefnilega mjög vel að taka þetta upp, þannig að ég hef ekki yfir neinu að kvarta.